Tefla teitir á Iðavöllum, uns koma þursamegir þrír. Kælum okkur honni 0, losnum við andstæðurnar. Á Iðavöllum tefla í túni, tún af dynamis, orkakraftur. Teitir eru ótruflaðir forsetar náttúrulegamálana, teitur af dívidi, bjartur skínandi týr. Uns koma, veraldarhasar að byrja, mær náttúrun okkar. Gunnarnir 3, trígúna eiginleika náttúrunar, sem eru 3 eiginleikar þursameyjarinnar okkar ámótku. Guðin eru forsetar náttúrulegamálana, einn þeirra heitir einfallega forseti. Hús hans í nætur skuggsjá, samkvæmt grímnismálum Einars Pálssonar, glitnir. Glit rjóður þar sem sólin að skína. Hlutlæg heiti merkja huglæg fyrirbæri og stundum táknaðu þar sem hugur ekki nemur. Guðin eru veraldleg en fíngjörðust og kraftmest. Þau eru himnesk. Æsir sem Guð eru innan svinns, eiga aðsetur í samsviði allra náttúrulegamálana og eru þar forsetar. Mörg nöfn bera Guðin, svo sem Æsir, Tívar, Höft og Bönd, Rögn, Reginn. Á þessu guðlega sviði tilverunar mestur krafturinn og hér allt fíngerðara en veraldarefnið. Óðinn Vilhjálmsson í samsviði allra náttúrulegamálana. Vísindi nútímans hafa einnig fundið þetta, Hilbert Space, Observable States, sem vitað hefur verið í 1000 ára, Rishi, Devata, Chandas. Auðvitað alveg sama hvernig við snúum þessu, við nýsum niður og föllum aftur þaðan, hvað upp, hvað niður. Eða við ímyndum okkur Guðin uppi, allstaðar, allt kring. Túnið breytist ekki þótt bullandi orka og stilltasta kyrrð sé þar. Orkuhlaðin kyrrð af hreyfingu, Iðavellir, allstaðar. Tífar finnast í öllu, eru hvatar og kraftar, viðhalda kröftum í kyrrðinni og viðhalda fullkominni reglu alheimsins. Rán, Rögn, Reginn þýðir regla. Nú það svo að okkar vitund ginnungagap. Allt í því, ekkert annað Ekkert annað en ginnungagap Þótt við fæðumst hættum við ekki að vera vitund, ginnungagap. Hvernig í ósköpunum getum við þá dottið út úr ægikraftinum sem við erum, hinni fullkomnu reglu sem Rögn, Reginn, Rán, óendanlegri orku Tívatúns, öllu þessu alfullkomna guðlega. Allt í góðu, uns koma. Blindumst við á okkur sjálf bara við það eitt að þessir 3 eiginleikar, þursameyjarinnar ámátku, árborinnar móður náttúru, koma í árdaga og byrja að stjórna öllu hér í heimi með kæti og látum. Auðvitað gaman að dansa og við dansum eins og strengja brúður í böndum í gunnanna höndum. Dansum okkur blinda og minnislaus. Við gleymum mými en hann stendur fyrir það minni að við munum að við erum ginnungagap. Þurfum við endilega að gleyma hver við erum í raun við það eitt að við dönsum og dönsum okkur til mikillar ánægju meðan hún endist. Og hvernig verður þessi orkubóla Freyju, svokölluð veröld, alheimur? Þegar enginn skaparinn nema við sjálf, hugsum við þursapeyjana. Ginnungagap skapar ekki þótt það sé möguleikar alls. Það aðeins óendanleg vökul vitund og hreyfingu, óendanlegir möguleikar, óendanleg kyrrð og leið óendanleg orka. Ginnungagap ber ótal nöfn meðal mannanna og í 1000 ára hafa vitri menn vitað að það hér og það eitt Vitað að aðeins það vitað að við erum það, allt það. Þetta í senn forvitnilegt og ofur einfalt ferli sem byrjar. Vitundina, sem óhagganleg, þyrstir í þekkingu. Forvitin, þyrstandi í þekkingu, fer að leita, fær vilja til að gá og finnur aðeins sjálfa sig fyrir, eðlilega því ekkert annað Rishi, Óðinn, Hilbert Space, forvitni, Devata, vili, observables, vilji til að leita, Chandas, states, það sem finnst. Svo það þannig að vili skyggir á Óðinn í leit sinni að einhverju
og Vé felur Vila og Óðinn við að finna sjálfan sig fyrir Vé. Ferli gengur svo samstundis tilbaka, svo aftur og aftur. Þetta ferli sem fer af stað hvati að sköpun, svo bullar Freyja, skapar veraldir. Það sem við köllum veröld, skapaða veröld, okkar sköpun, við búum hana til, úr hugsunum. Hugsanir eru þekktar fyrir að vera á þönum, óhandlanlegar, hverfular. Sköpun okkar í íginnungagapi því ekkert annað Hún það því ekkert annað og það óendalegt og eilíft. Ekkert getur verið utan þess, það allstaðar. Þessi svokallaði skapaði efnisheimur hefur eiginleika, allt í nákvæmu samræmi við gapið. Og við viljum forvitni ferlið kveikjan af þessu innan vitundar. Þetta væri nú samt vel viðráðanlegt ef gunnarnir, Satguna, Rajaguna og Tamaguna, þursamegir 3, dúkkuð ekki upp þegar allir eru teitir að tefla í þessari orku dynamis, túni. Teflum teit, uns koma. Sköpun okkar hefur 3 eiginleika náttúrunnar. Allir möguleikar jú fyrir hendi, en allt hér tvískinnungi og hverfulleika háð, enda aðeins hugsanir úr gúni. Í ofanálag búa orð og gjörðir mannanna til bylgjur meiri gúni. Bylgjur eiga það til að breiðast út, já, það gera þær, lenda á öllu og kastast aftur tilbaka til gjörandans. Það alltaf svoleiðis. Þetta jú eitt af lögmálu náttúrunnar, urður verðandi skuld. Náttúrulögmál og náttúrulögmáluna forsetar guðin. Ef urður manna stríðir gegn náttúrulögmálum, safnast upp gremi mikið í náttúrunni. Það fenrir feitur og pattarlegur. Náttúran okkar hefur þol en á endanum springur hún. Það þýðir ekkert að leggjast á bæn, því ekki dugar hér viðbótarhugsanir og tilfinningahiti. En við skulum skilja að okkar ábyrgðin. Við stjórnum náttúrunum með gjörðum okkar, góðum eða illum. Urður okkar frjálsi vilji, okkar frjálsa val. Dýrin vinna samkvæmt náttúru sinni, get ekki annað, svo við berum alla ábyrgð á þeim og náttúrunni okkar allri. Gunnarnir, þessir nefndir 3 eiginleikar náttúru, ekki neitt endilega jafnvægi. Og þeirra dans liggur í því að þeir tolla sjaldnast í jafnvægi. Hér Satgunni, Sannigunni, Guli, að reyna að tósa mennina upp á við til æðri vitundar. Því hann vill alltaf framþróun, gera eitthvað gott. Rassakastagunni, rauði hundurinn, nennir ekki að hjálpa hér. Tamigunni svo latur og svo varkár að hann vill helst enga breytingar. Það myndast oftast soga á milli þeirra, þessara eiginleika náttúrunnar okkar. Þegar mikið mönnum sem vilja framþróun Sannigunni, Satoguna, umsvifamikill. Rassakastagunni, Rajaguna, mikið að vinna fyrir hann. Tami, vesældalegur, heldur ekki aftur af mönnunum þótt hann sé nú til þess. Hér mikil stöðnun í gangi, Rajó á tamabandi, en Sannigunni sogast saman í þingu. Náttúrunnar eiginleikar 3. Far eigi svá óðula, segir Tamigunni. Tami, vill ígrund og íhuga málið íhaldsamur, vill byggja á hinnu gamalli reynslu, fara varlega eisvá óðla. Sannigunni hugsar aðeins að gera allt bjart og fallegt og stundum veit Rassjugunni, rauði Rajoguna, ekki sitt rjúkandi ráð. Hann yfirleitt að vinna fyrir annan hvorn hinna. Ekki gott að Rajoguna fari úr böndunum, það verður reiði mannana. Hann þarf að vera undir stjórn Sanna og eða Tama, annars pitnar fenrir. Karlinn á myndinni lendir í þessu með Rajogunan. Karlinn eltir fus veraldar, kama, gaman. Verður hoppandi reiður ef hann ekki öllu að gróta. Gersamlega lamast af eigin æsingi, sammoha. Og verður á endanum ófær vegna afleiðinga reiði sinnar að hugsa skýrt og stjórna sjálfum sér. Buti nasha, vélvana. Rajoguna, rassakasta Rassjugunni, því hættulegu mönnunum þegar hann fer úr böndunum. Hann veldur reiði. Reiðin veldur því þá að menn hugsa ekki skýrt. Hann, óhaminn, getur fengið mennina til að gera illa hluti í reiðikasti. Reiður maður hugsar ekki skýrt. Reiði ósvinnra manna böl. Heili reiðs manns nýtist aðeins eins og í dýri sem þarf að flýja eða berjast. Þau heila svið, hægra og vinstra kvel,
en framheilin dýrmætasti óvirkur. En menn þurfa að vera tærir og rólegir og hugsa skýrt með framheilanum sínum. Það eitt er mönnunum samandi. Reiðir menn eru hættulegir menn. Hemjið því ratjókuna í lífi ykkar. Sjálfstjórn og tærleiki er heillavænlegt. Gott að kæla sér svo lítið niður, alveg niður. Notið samsviðstaknina sem virkar. Best er að nýsa niður og vera ángunnan að þryggja hríð dag hvern. Gott að hafa stjórn á og þekkingu mataræðu og hegðan, sem er í 39. skræðu. Og svo má leika sér úti í náttúrunni og losna við adrenalínið. Neita ekki pitta æsandi fæðu, ganga með frá sjónum, vatni, ám, læk. Horfa á bláu fjöllum í hvítasnjónum og bláa himinin. Og silfraða tunglið, eða fá sér yndislegan göngutúr í regninu. Mikill kostur er, mjög hagnýtt í daglegu lífi, að stríða aldrei gegn náttúrulögmálunum. Heldur hugsa, framkvæma og tala í þundarflæði lögmála náttúrunar. Náttúrulögmálin eru hliðholl þeim mönnum sem vinna með þeim. Maður sér það kannski ekki alltaf, en til lengri tíma litið. Þeir, einstaklingar, þjóðir, sem stríða syngt og heilagt gegn lögmálu náttúrunar, gremja goðað sér, ofbjóða þanþoli náttúrunar og fá eigi meðbyr náttúrunar. Alheimurinn er í fullkomnu flæði. Þennst út samkvæmt stórkostlegri þundarreglu. Rán, reginrögn, þýðir beinlínis regla, hinn fullkomna alheimsregla, sem kemur úr túnum, dynamis, krafti, hvar tívar, deva, teflateitir, bjartir, tærir. Þeir sem stríða gegn þessu ámáttska flæði safna upp tröllum. Þeir ætta að nota mjölni sinn. Þeir menn sem fita fenri skilja ekki sinju, gætu lifað og dáið í gruggi og þróast ekkert á heilli mannsæfi. Mannsæfin er til að þróast, víja sitt hæran af öllum gruggi og synd í kroppnum. Verst er þegar menn sjá ekki að rassjögunni er að gera þá gersamlega vittlausa. Í hvert skipti sem að fer í veisluna að ægis, víi maður sig ögn til tærleika. Maður nýsi niður, losnar við gunnana þrjá sem dansa í verslu, veröld. Nýstrægún jó baf, vertu án gunnana þryggja, þetta er í Bhagavad Gítu. Nýr varta tvam, þú skalt nýsast niður. Jókastaha kuru karmani, framkvæmdu gjörðir út frá ginnungakapi. Óðinn gefin óðni, ég gefin óðinni, ég gefin sjálfum mér. Mín vitund er þá alheimsvitund eingöngu, okast saman í eind, jók, sameinast. Mín einstaklingsvitund sigrar alheimsvitund, óðinn sigrar óðinn, og alheimsvitund mína, óðinn sigrar óðinn. Ég kemst að raun að ég er vitund og ekki annað. Sé að ég er vitund, sé að ekkert annað er í raun. Nema hvað hugsanir mínar skapa veröld úr gungni, veröld gungnis súpa sem skilningavitin 5 nema. Hellingur af skilningavitanammi í boði. Efnisheimurinn er mjög glepjandi. Mýmir minnið að við erum ginnungagap yfirskyggist. Greinilega mjög einfalt að láta glepjast. Því skilningavitin eru svo sannfærandi og ekkert þeirra nemur ginnungagap. Frambóðið er á sviði þursamaga þriggja. Það er þessi skapaða veröld okkar með alla skapaða hluti. Við hugsum hana. Og það sem skilningavitin koma með til hugans, færa huganum, er eins og mynd á flatskjá í heilanum. Úr hverri við búum svo til veraldagósið okkar sem ímyndað bitastætt efni. Svo gleymum við að tengjast uppruna okkar, vitund, okkur sjálfum. Skiljum ekki lengur hérna miklu þekkingu forfæðra okkar. Höfnum tengingu við eigin vitund, ginnungagap, okkur sjálf. Vissnum eins og afskorinn kvistur sem á glægi er kastað. Sitjum uppi með hrímþursa og geitalland stöðnunar. Gaman í geimskorðum, en engin þróun ef við gleymum okkar guðlega innsta eðli. Skiljum ekki til hvers ævi á jörðu er. Þetta er þá ónýtt ævi, ónýta ævi. Svo er heldur ekki nóg að hafna heiminum. Svoleiðis er yfirborðs þykistuleikur lottara og trúgjarnra. Það er ekki leiðin til uppljómunar að hafna veröldinni. Uppljómaður menn lifa í heiminum, ekki satt? Við þróumst í mannlífi. Við þurfum að ausa þekkingunni og reglu ginnungagaps inn í okkar veraldlega líf. Ekki er nóg að búa sér til veraldleg haldreipi. Það er vita gagnslaust.
er á sviði tilfinninga, trúar, hugsana, haldi gunnum. Það þarf í alvöru að sóa einstaklingsvitund í alheimsvitund, óðinn gefin óðni, ég gefin sjálfu mér. Til þessa brúks er hin einfalda náttúrlega TM-tækni, samsviðstæknin góða. Auðveldasta leiðin til að nýsast niður, virkar frá fyrstu sekundu iðkunar. Mannshugurinn sækir sjálfkrafa heim í glaðheima af eigin náttúru sinni. Sleipnir, mannlegt taugakerfi, er heimfús. Engin áreynsla, náttúrlegt ferli, við erum glaðheimar vitundar. Allt í þessari fögru veröld sem við búum okkur til er hverfult, andstæðum háð, tvískinungi háð, tvíveðrungi háð. Vont gott, heitt kalt. Tvíveðrungur og andstæður er á sviði gunnanna þriggja í veröld. Hér ráða þeir öllu, þursamegir þrír mæta á svæðið og ráðskast eftir það með allt. Eina leiðin fyrir menn til að stjórna úr eigin vitund er að sóast í tífatún. Losa sig þannig úr yfirráðasvæði hinna þriggja eiginleika móður náttúru. Nistrægún jobb af, vertu án trígúna. Leiðum en stunda það að sóast í ægi, öðlast með fíngerða tilfinningu fyrir tífum í hennu skapaða heimi. Tífar eru nefnilega í öllu í heimi. Tefla hér enn. Við þurfum aðeins að finna þá í okkur. Heimurinn er ekki annað en ginnungagap og okkar eigin hugsun. Hver stjórnar? Má ég kynna, stjórnendur heimsins gerðu svo vel. Tararara, tararara. Sattguna, ratjaguna, tamaguna, tríguna. Við fyrstu sýn líta þeir nú ekki út fyrir að stjórna okkur og öllu. En þegar nánar er að hugað gengur þetta upp. Gunnarnir taka öll völd. Við sjáum mátt eiginleika náttúrunar hvert sem við lítum. Hinn sanni Gunni, satt, eiginleikin í þróunarátt, rassakasta Gunni, hinn framkvæmdaglaði eiginleiki og tamilati Gunni, hægi, varkár, senkandi eiginleikin. Einnig sem svona þrennt sem eiginleikar, gæðablóð, ástríða, myrkur, dygð, hroðafengni eða sviksemi, ósvinna, sannleikur, framkvæmdadugnaður, íhald, varkárni, dragbítur. Guna, kalkin eintali í sanskrit, þýðir eiginleiki, einn þráður, einn þáttur og ýmislegt fleira. Menn geta eins og við vitum haft í sig bland af þessum þrem eiginleikum. Það er hluti af óvissu veraldar að allir gunnarnir eru í öllu, svona í einhvern veginn samsetningum og allavega blandi í lífspoka. Allt er í heiminu hverfult, þess vegna þurfum við að ná undirtökunum. En gunnarnir eru ekki ginnungagapi, ekki þar sem við teflum teit án þeirra, svo við höfum val. Alltaf í gunnum náttúrunar, stundum án gunna náttúrunar. Auðvelt, við veljum allan skapaðan heiminn 100% og allt ginnungagap 100%. 200% líf, fagurt mannlíf. Ekkert minna dugar ef við viljum bera nafni maður og þróast. Við förum sprellifandi heim í ginnungagap, nýsumst niður, og við förum sprellifandi í valhöll, uppljómumst á æviskeiði. Sóumst í gapið, skiljum allt eftir á sínum stað, hugur víkkar út í óendanleikan. Þá erum við túnið og teflum teit með tífum, gunnalausir menn hríð. Skynjum þannig tífa í okkur. Ausum fimbulrúnum upp í lífið á jörðu. Þær er hvergi að finna nema innst innan okkar sjálfra, í tærri vitund. Hér nema menn fræfast og fróðir vera og vaks og vel hafast. Orð sér af orði orðsleita, verk sér af verki verksleita. Tífar eru í gapinu milli orðana. Það er á ósköpuðu sviði. Rún er gúhja, leyndamál. Týr er deva, kraftur. Flæðið er vín valföðurs. Til er hönnunarkenning. Það er að maðurinn sé skapaður í Guðs mynd. Darwin hafi verið kjáni, segja æstir bókstafstrúamenninnar. Satt að segja er Darwins kenning góð, algjör snilld, og allt í alheimi finnst einnig í mannslíkamanum. Sama alheims er regla. Regla og minnstur gapsins er í öllu, í alheimi, í mannslíkama, í tífatúnum. Svo hér er bara ekkert að rífast. Mjög svo samrýmalegt hvortvekja, þróun á jörðu og ginnungagapsmynd. Nútímavísindi eru öll að koma til. Svo ævaforna speki, vísindi vetana.
að öll hinn fullkomna regla, rán regin, í alheimi, sé einnig í mönnunum í okkar fullkomna kroppi, hefur verið sönnuð, fundin, viðurkennd vísindi. Sjá Tony Natter, MD, það er sjá, medical doctor, læknir, Human Physiology, stórkostleg bók. Fimbulrúnir er engin vandi að eignast. Munar kannski því að sjá eða sjá ekki. Hlutföll. Ósköpuð orka mikil, sköpuð orka lítil. Og pínulítið sem er skapað efni, gungnisklumpar. En allt í iðandi tífareglu ginnungagaps. Gothron Dimblá segir, kennari minn Maharishi, indverskur eðlisfræðingur, bendir okkur á þekkinguna og skilningin og kennir okkur tæknina til að nýsa niður. Þökk Maharishi, kennarin minn. Til þess að öðlast skilninga á hvers vegna við erum að fæðast og lifa, til hvers við erum að fæðast og lifa, tærustu vitundavísindi, ægifegur þekkingar forfeður okkar. Og þið vitið, sögnin öðlast er samstofna eðli, þetta er okkur svo eðlilegt. Að öðlast skilning er hið eðlilegasta manninum. Skilningurinn kemur af okkar eigin eðli. Dansinn dunar, má bjóða ykkur upp. Lát eigi vitsmunni gera mistök. Óðinn vili við eru kvatar, tengist ætíð ginnungagapi. Gleymið ekki gamla vin þótt gerist aðri nýr. Það var verið að auglýsa fyrir mig 100% frambúð af glingari. Öllum sköpuðum hlutum, ég stend við það. Þessi híðina 100% sem verið þeirra auglýsa eru óáþreifanleg. Og því erfitt að sanna tilveru þeirra. Er mýmir til? Manstu það nokkuð? Að hvíla sig á veröld, nærast í vitund. Vitundavísindi forfeður okkar. Losum okkur við gunnana 3. Þeir stjórna öllu í heimi hér.